Já, komið þið sæl og velkomin í þáttinn Kona með höfuð hér á Samstöðinni. Í dag ætla ég aðeins að fræðast ólögmætar birtingar dóma hjá dómstólum og þær eru komnar til mig, það Áslaug Björgvinsdóttir lögfræðingur hjá lögmann og hún fyrrum héraðsdómari í Reykjavík og árið 2010 kvað hún upp fyrsta dóminn ólögmæti gengistryggðra lána sem var staðfestur síðan í Hæstarétti á því ári. Og einnig komin til mér hún Margrét Steinarsdóttir sem framkvæmdastýra Mannréttindaskrifstofu Íslands. Og mig langar að byrja bara á þér Áslaug, í hverju liggur þetta ólögmæti í birtingu dóma? Þetta auðvitað ekki svo að grundvallarreglan að málsmeðferð fyrir dómi sé opinber og þess vegna hefur nú tíðkast að birta dóma og það að öllu jöfnu eðlilegasta mál og rétt mál, að við þurfum auðvitað að vita hvernig dómstólarnir eru að vinna og það þarf að vera þokkalegt gagnsæi. En síðan eru það önnur sjónarmið eins og friðhelgi einkalífs og sjúkraupplýsingar sem njóta sérstakrar verndar og persónuverndartilskipunin og persónuverndarlög. Þetta líka þá löggjöf sem á sér grundvöll í friðhelgi einkalífs sem grundvallar mannréttindi og það út frá þeim sjónarmiðum sem auðvitað dómstólar eins og önnur fyrirtæki og stofnanir sem fara með viðkvæmar upplýsingar verða að fara að lögum. Og fólk á ekki að þurfa að óttast að leita réttar síns eða öryggis og skjóls hjá dómstólunum út af málum sem kunna vera viðkvæm, svo sem ofbeldismál eða viðkvæm fjölskyldumál og eiga það að hættu að viðkvæmar upplýsingar fari út á torg til allra. Og öðrum kosti, ef við þurfum að óttast það, þá væri það svipað þegar við förum til læknis að við gætum ekki treyst lækninum fyrir heilsufar okkar á ótta við að það myndi leka út og þá myndum við ekki þora að vera til læknis og mögulega yrðum við bara ennþá veikari og það yrði á endanum á kostnað samfélagsins. Svipuð sjónarmið eru raunin þetta þegar við erum að tryggja aðgang á dómstólum sem líka stjórnarskrárréttur að það mjög mikilvægt að við getum treyst dómstólnum fyrir málum okkar og vita fyrirfram að dómurinn muni meðhöndla þær af virðingu og ekki leka út. Eins og raunin Persónuvernd búin að úrskurða hvað grundvallar úrskurði 2017 þar sem það var staðfest að birting dóma væri stjórnsýsla, ekki dómsathöfn og í 3 tilvikum, annars vegar með birtingu dóms sem hafði átt sér stað hjá Hæstarétti og í hinum 2 tilvikunum hjá héraðsdómi Reykjaness og Reykjavíkur að það hefði verið brot á persónuverndarlögum. Og í framhaldinu gerði dómstólunum, Hæstarétti og héraðsdómstólum skylt að afmá þessar upplýsingar og persónuvernd hefur í kjölfarið líka lagt það fyrir, forstjóri persónuverndar komið fram í fjölmiðlum og lagt staðfesta að þessir úrskurðir hafi fordæmisgildi. Og það var nú í fréttum í sumar, viðtal við forstjóra persónuverndar og umboðsmann Alþingis, þar sem fram kemur að þetta hefur haldið áfram og bæði nýjar birtingar í andstöðu við persónuverndarlögin og líka dómstólarnir hafa ekki enn afmáð úr gagnasöfnum sínum þær upplýsingar sem hafa verið birtar með ólögmætum hætti. En þetta snýst grundvallar mannréttindi, friðhelgi einkalífs og aðgang á dómstólum og líka við þurfum ekki eiga á hættu að lenda í svona dómskömm eða gapastofnum. Eins og við höfum svo sem tekið eftir í fjölmiðlum að það nánast vikulega, ef ekki bara vikulega að birta alls konar fréttir að annaðhvort nafngreindu fólki eða persónugreinanlegu málefni þess og hvað það fór með fyrir dómstóla og ýmislegt sem kann að vera og blasir við viðkvæmt fyrir fólk. Eitt sem ég tók eftir, getur kannski gefið mér smá innsýn í það, eins og mér sýndist, ég held að það hafi nú verið einmitt hjá einhverju fjölmiðli, að þar kom fram það kom kyn
það kom uppruni, það kom trú. Er eitthvað fleira? Hvað eru þeir eiginlega að setja fram sem að getur mögulega komið upp fólk? Og ég sá það var einhver dómur fatlaða stúlku. Getur þú gefið mér nokkuð dæmi hvað þetta sem þeir eru að setja inn? Já, þetta eru, til dæmis í kynferðisbrotamálum og já, það sem virðist vera því miður að það fólk sem virðist, þessi dómasöfn eru skoðuð, bæði á heimasíðum dómstólunum og líka hjá einkafyrirtækinu Fons Juris sem hefur svo árum skiptir endurbirt þessa dóma og selur aðgang og með miklar leitarheimildir, að fólki sem virðist vera helst útsett fyrir þessari vanvirðandi meðferð að mínu mati eru fatlaðir, jafnvel, það ég vil ekki tilgreina nákvæmlega ártalið, en það meðal dómur eftir þetta kvörtunarferli hófst frá þetta 2017 að Hæstiréttur birti frávísunarúrskurð í máli fatlaðs einstaklings, ungs, vísaði málinu frá, þetta varðaði rétt til ákveðin mannréttindi fatlaðs, vísaði málinu frá en birti jafnframt undir nafni Héraðsdóms þar sem var að finna, og ennþá að finna, greiningu af viðkomandi undir nafni. Ítarlega greiningu á fötlun og veikindum. Og ég veit þess og hef heyrt, ég átt samtöl við forsvarsmenn samtaka, að þetta er orðin hindrun fyrir þá eins og mannréttindabaráttu, jaðarsettra hópa, að fá fólk, einstaklinga til að fara með mál, brot, þar sem fólk telur, möguleg brot stjórnvalda, sem varða að geta marga, en það er erfitt að fá þá fólk til að fara þessa leið og mögulega lenda í þreskivélinni, persónulega, og vera geymt aldur og ævi með sínar upplýsingar. Og þetta er í þessum söfnum erum við að finna upplýsingar persónugreinanlegar upplýsingar börn, öryrkja, veika, samkynhneigða, til dæmis það er að finna þarna dóma ég man eftir að það sé dóm sem varðaði ofbeldi í nánu sambandi samkynhneigðra, það sem nafn var birt og mátti í rauninni sjá til að þeir sem þekkja til gátu tengt. Og þetta er þekkt held ég af mjög margir sem hafa börn í grunnskóla og það allt hverfi veit mögulega að einhverjum barnaverndarmálum og erfiðleikum og rekur sig áfram og fylgjast með og les dóma börn og fjölskyldu í viðkomandi hverfi. Sem skapar síðan umtal og mögulega fordóma gagnvart enn meiri fordóma og erfiðleika fyrir viðkomandi börn að fóta sig. Þegar allir vita og tala og getur gerst að þá að þau séu frekar útsett fyrir því að vera útilokuð frá einhverjum hópum. Ok. Margrét, ef ég sný mér aðeins að því að hún Áslaug nefndi einmitt þarna orðið mannréttindi og ég veit að þú varst nú einhvern tímann að starfa það ekki fyrir persónuvernd. Og Jú. Á hvaða árum var það? Var þetta að byrja þá strax að vera svona, vesen á þeim? Já, ég var starfsmaður persónuverndar frá árslokum 2000 og fram á árið 2004 og ég man eftir erindi sem kom inn, einmitt varðandi birtingu dóms og þar var fjölskyldan sem sagt börn viðkomandi urðu fyrir aðkasti, af því að dómurinn birtist á netinu varðandi auðgunarbrot og svo framvegis. Og þá akkurat þurftu börnin að gjalda fyrir þá birtingu og dómar hafa alltaf verið birtir opinberlega og eins og Áslaug sagði áðan að það ætti í raun alltaf að vera meginreglan. En kannski það sem við erum svona, við ættum að vera búin að átta okkur á því að birta dóm á netinu er allt annað til dæmis en að sé aðgengilegur í dómasafni upp í hillu eða eitthvað þýnlegt. Og allir eiga auðvitað rétt á því að gleymast, rétturinn til að gleymast. Þessar upplýsingar á netinu bara aldur og ævi
og jafnvel rangar upplýsingar. Það nú eitt í persónuupplýsingalögunum, svo ég tækja því Áslaug búin að fara svo vel yfir þetta allt saman, sko, mér langar kannski bara að taka þetta þá aðeins út frá persónuverndarlögunum að upplýsingarnar, alla persónuupplýsingar sem unnið með, þær eiga að vera réttar og áreiðanlegar. Og oft kannski ekki alveg réttar upplýsingar jafnvel heilsufar í dómunum og upplýsingar sem stangast á til dæmis. Svo á að vinna með sanngjörnum hætti og þá ekki að vinna meira heldur en nauðsynlegt til miðað við tilgangi með vinnslunni og ekki að safna meiri upplýsingum heldur en nauðsynlegt til. Og þá dettur mér til dæmis í hug þegar að vera að birta dóm á netinu, það í rauninni ekki þörf á því að vera með nákvæma atvikalýsingu. Að viðkomandi segi nákvæmlega frá því broti til dæmis sem hann varð fyrir, hann gerir það fyrir dóminum og einhvers staðar þurfa þær upplýsingar að vera til. En það ekki nauðsynlegt að þær séu allar tengilgreindar á netinu, það alveg hægt að ná fram tilganginum án þess. Og svo langar mig líka kannski aðeins að fara inn á persónugreininguna, að það virðist líka einhvern veginn vera þannig að leið og nafn birtist ekki, að þá sé bara talið að það sé nóg, þá bara búið að afgreiða málið. En leið og búin að taka inn nokkra þætti, eins og þú nefndir áðan, Margrét, þú varst að tala með mitt trúarbrögð, þjóðerni, kyn, jafnvel aldur og svo framvegis að því persónugreinanlegri verður einstaklingurinn og svo geta komið fram aðrar upplýsingar í dómunum eins og nafn geranda sem bara beinlínis vísa á tiltekinn einstakling. Og þetta getur auðvitað verið í fyrsta lagi hætta á því að upplýsingarnar verði misnotaðar á einhvern hátt þegar það liggja bara opinberlega og svo hitt að það geta jafnvel skapað einstaklingum hættu eins og það til dæmis að vera úr ólíkum menningabakgrunni og þú kannski ert einmitt fyrir dómi vegna einhverja atvika sem að varða það að þú ert að lifa öðru lífi heldur en kannski ætlast til að þér miðað við þann bakgrunn sem þú kemur á eða bara þú ert saklaus, þú getur sagt brotaþoli í máli eða eitthvað þvíumlíkt og þá kannski birtast á netin upplýsingar sem að jafnvel geta verið hættulegar fyrir þig ef að þinn bakgrunnur kemst í þær upplýsingar. Og ég segi þetta nú bara út af því að það eru til dæmi þetta. Og svo eins og Áslaug var að nefna, fatlað fólk og börn sem get ekki eins og brugðist við, þau veit ekki af því að þarna hafa birt upplýsingar þau og vita jafnvel ekki af því heldur þau komin á fullorðinsár. Þannig að þau get ekki eins og brugðist við þó þau vildu. En hvað þetta, nú hefur persónuvernd og lögfræðingar verið að benda dómstólum á þetta. Miðað við alla tækni í dag, af hverju virðist þetta vera svona mikið vandamál? Er þetta eitthvað svona, hvað ég að segja, blindur blettur hjá þeim? Gagnvart bara einhverjum sérstökum hópum, jaðarhópum í samfélaginu? Er þetta peningaleysi? Er þetta mannekla? Hvað er þetta heldur? Ég veit að það voru setta reglur birtingu dóma, það ekki enn verið að framfylgja þeim að fullu og kannski getur þetta eitthvað haft að gera með tækni að þetta sé tímafrekt og þetta sé mikil vinna og mannskap í eitthvað þvílíkt. Ég held að sé alveg vilji fyrir hendi til þess að bæta úr, en það gæti líka verið svona ákveðin, ég get sagt meðvitundarleysi, af því þetta hefur alltaf verið svona og öllum bara þótti rauninni sjálfsagt og þegar maður var í lagadeildinni þá vorum við að lesa þessi þykku dómasöfn með nákvæmum lýsingum og svo framvegis. En eins og ég segi að það mikill munur á að það til þarna á prenti heldur en að þetta sé bara öllum aðgengilegt á netinu. Plús eiginlega hitt líka að þó að lýsingin sé til einhvers staðar þá þarf í rauninni ekki til þess að ná bara fram þeim tilgangi sem birtingu dómsins ætlað að hafa og þarf kannski ekki að tíunda svona í smáatriðum allt sem einstaklingun hefur þurft að þola eða það greiningar sem hann hefur og svo framvegis. Og þetta mikil vinna, ég gerir mér alveg grein fyrir því. En fyrsta skrefið auðvitað bara skilningurinn á því hvaða hagsmunir vega þyngra og það hljótaði alltaf að vera hagsmunir þeirra sem fyrir verða. Og ofta ekki eins og aðilar á málum. Nákvæmlega. Áslaug, segðu mér eitt, þú hefur rekið eitthvað mál það ekki,
í sambandi við svona persónuverndarmál. Geturðu sagt mér eitthvað frá því? Má opna fyrir hátalarann hjá þér? Svona, Já. komið núna. Já. Vinur minn Páll Sverrisson, sem var nú í fjölmiðlum í síðastliðinni viku, enn og aftur. Hans barátta og stórmerkilega barátta fyrir sínu mannréttindin raunar allra annarra hefur ekki verið þrautalaus og ég fylgst með hans máli og kom nú að gera samkomulagsins við ríkislögmann þarna núna í september, þar sem hann fékk þá greiddar bætur á grundvelli þessara úrskurða persónuverndar og viðurkenningar ríkisins á því að sem sagt brot hefði verið að ræða og miskabætur, honum greiddar miskabætur og mínu mati líka þau merkilegu tímamót að dómsmálaráðherra taldi þarna svo alvarlega brotið á einstaklingnum sem hafði leitað öryggis og lagt mál sín, alvarleg, sín mál fyrir dómstóla að hún baðst afsökunar skriflega og sem þetta mjög fallegt og svona að mínu mati lykilatriði fyrir stjórnvöld og réttaríkið að það að virða mannréttindi og líka sýna fólki þá virðingu þegar á því brotið að leysa það í sátt og að mínu mati peningar einir og sér þau duga ekki til að vinna traust borgaranna aftur. Ég raunar líka að vinna fyrir skjólstæðing sem átti þola núna í september birtingu með nöfnum í hjúskaparmáli, ágreining, einkamál sem hún var aðili að fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur sem var milli hennar og fyrrverandi eiginmanns og þau voru nafngreind og ný eiginkona líka og það vissulega búið að taka þetta út en það ekki, þó að mínu mati sé þarna bæði brot á reglum dómstólasýslunnar og hvað þá persónuverndarlögum og stjórnarskrá og öllum þessum mannréttindaákvæðum, það er svo sem ekki viðurkennt af hálfu dómstjóra. En þessi kona á auðvitað bætur og varðandi þá það er kostnaðarsamt og kannski að stranda einhverju leyti á kunnáttuleysi, vanmætti gagnvart því að hreinsa þessi dómasöfn sem úti eða innleiða nýtt verklag og nýja starfshætti við birtingu dóma. En ég þeirrar skoðunar að það miklu kostnaðarsamara fyrir samfélag okkar að borgarar geti ekki treyst dómstólunum og þurfum að vega og meta hvort mögulega til dæmis eins og Margrét var að nefna fólk sem hefur sætt ofbeldi eða í viðkvæmum aðstæðum og vill nú ekki allir viti í hvað aðstæðum var samhliða, svo sem í einhverju svona mögulega starfsemi eða einhverju að gera eitthvað sem ekki allir myndi virða það fyrir og þá erum við í þeirri stöðu að fólk í mjög viðkvæmri stöðu sem mögulega beitt ofbeldi, fíkniefnaneytendur eða aðrir að það kannski þorir bara ekki að fara út með þetta eða leita inn í réttarvörslukerfið vegna það sem við erum líka að sjá sem ég held til dæmis að starfsmenn í heilbrigðisþjónustu eða kvennahvarfi eða Bjarkarhlíð Já, við þurfum að taka smá pásu vegna tæknilegra örðuleika, einhvern netversin hérna á okkur, en við skulum gefa Áslaugu aftur orðið. Gjör svo vel, Áslaugu. Ég held ég hafi verið að fjalla það að hlutverk dómstóla jú að það réttaröryggi borgaranna og í því sambandi traust alveg svakalega mikilvægt. Þetta að við getum í fullu trúnað og trausti treyst dómstólunum fyrir málunum okkar. Og ef við erum með, og þegar þá fólk sér og veit
að, já, til þess fólk sem hefur verið beitt ofbeldi en í erfiðum aðstæðum, mögulega vegna fíknar eða annar aðstæðna sem það getur ekki, treystir sér ekki til allir vitum, en það hefur og tilefni til að óttast skömm eða það fá ekki, já, njóti ekki sömu, kannski, það getur óttast félagslega útilokun og jafnvel hvaðan að vera á atvinnumissi eða virðingarleysi. Og það við fyrir hættu með þetta réttaröryggi að þolendur til þess ofbeldis eða fatlað fólk sem verið að svína á, að það get ekki og treystir sér ekki eða aðstand til að fara með til dómstóla og lætur þá yfir sig ganga. Sem sagt, ólögmætt atferli og ofbeldi. Og í því samhengi getum við bara velt fyrir okkur sá samfélagssáttmáli sem réttarríkið lögin, dómstólarnir, þetta friðarsáttmáli sem líka að tryggja það og búa til umhverfi að sem við leysum okkar mál á hlutlausu vettvangi og faglegum. þar sem lögin allir fara að lögum. Og ég held og ég hef heyrt, og ef við erum í þeirri aðstöðu að fólk þarf bara svona að hugsa sér tvisvar til dæmis í hjúskaparmáli eða vinnuréttamáli eða út af veikindum eða ofbeldi, að hugsa, já, það væri eiginlega verra fyrir mig ef allir myndu vita af þessu. Eða einfaldan nágrannaerjur trjáklippingar. Eða einfallega bara að sitja á veitingastað og bíta eitthvað hart og brjóta tönn og fara svo í mál við veitingastaðan og verða síðan lenda í gapastoknum undir nafni. Og það með einhverju svona innifla lýsingar á munnhólinu og brotnu tönnunni. Já, það líka að hlæja. Og mér finnst þetta, ef við horfum til Norðurlandana, þá hefur hún ekki tíðkast að birta svona svæsnar og opna lýsingar og við erum pingulítið ennþá í svo lítið þorp að þessu leyti. Og pínlítið svona, að mínu mati, þetta ekki bara lögfræðilegt, þetta líka finnst mér spurningu siðferði. Þetta svona eins og við erum fagfólk að þú tekur einhver trúi fyrir einhverju og ég held að flestir, ég hef bara heyrt það af fólki og sem hefur lent í svona dómskömm eða það hefur farið út svona innan gæsalappa SMS eða sendi eða eitthvað sem það skrifaði einhverjum orðrétt og þetta í einkamálum sem sakamálum og svo slegið upp í fjölmiðlum og einhverju geta og það ég fleiri heyrt segja, já en það sagði mér enginn að það sem ég sagði í dómsalnum að það myndi fara á netið. Og þetta og akkur ætti fólk að reikna með því eða fólk mætir sér vitni og man nú eftir máli sem var það ég ætla ekki að segja hvað en það var það svona kúnna sem snýraði einhverjum klámiðnaði sem var bara vitni og ég framhjáhlaupi fjallar sína eigin svona áhugamál í því sambandi og lendir á netinu með nafni og öllu. Og það auðvitað háalvarlegt mál að mínu mati þegar úrskurðir persónuverndar liggja fyrir ef einhverjir ætti að þekkja þessu grundvallarmannréttindi og mikilvægi þessara sjónarmiða að mínu mati sér að nefna, þá ættu það að vera stjórnendur dómstólana. Og auðvitað stjórnvöld og það finnst mér svona eiginlega, mér finnst það hættumerki hvað þessi mál og þessar birtingar að það halda áfram og mér finnst miður hvað þessar athuganir í umboðsmanni og persónuvernd að dragast vegna þess að þessi missir sem þessi mál hjá þeim hafa dregist, hafa bara dómstólar bætt í brotaþolahópinn og bótakröfurnar þeim fjölgar. Og þess vegna verð ég að segja að endanum þetta mínum mati miklu kostnaðarsamara að bregðast ekki við og tryggja öryggi borgaranna að þessu leyti, heldur en að reyna þegja þetta af sér. Nákvæmlega. Afsakaðu,
var aðeins og fljóta á mér. Hvað segirðu? Já, ég sagði það blasir auðvitað við að Páll Sverrisson eins og hann sagði í viðtalum daginn við Morgunblaðið, ég er ekki svo eini og það er hárrétt. Það er fjöldi fólks í sambærilegri og verri stöðu og sem á líka bótarétt. Og í því sambandi verðum við auðvitað líka að hafa í huga jafnræðisreglu stjórnskipunar og stjórnsýslulaga og líka varðandi jafnræðisregluna þá er ég líka áhyggjur af því að það er svo hips sem haps hvernig dómar eru birtir. Að til dæmis sami dómar hafði birt þennan dóm í þessu hjúskaparmáli með nöfnum hafði í sumar birt, ég sá 3 dómar sem birtust sko liðnum 3 mánuðum í sem sagt svona viðskipta þar sem voru aðili var banki eða stofnanir snerist fjármál og þar var nafnleynd. Þannig að þá getur fólk, sko þegar þú veist, getur ekki séð fyrir hvaða reglu gilda og ekki farið að reglunum heldur. Þá getur haft sem borgar áhyggjur af því að það sé ekki geðþótt í gangi og það er ennþá meira grefur undan traustinu, gagnvart dómstólunum. Bara verja peningana frekar heldur en fólki. Já, maður spyr sig, þannig að það er svo merkilegt að því miður að einhvern veginn þessi vanvirðandi meðferð og þetta nafngreinda fólk er iðulega úr þá hópum sem, eins og ég segi, þetta félagslega illa sett eða öryrkja fólkinu á sambýli, nafngreind, þegar maður sér aldrei nafngreind eitthvað mektarfólk, en það er vissulega að lenda í kínversku gagnasöfnunum. Þið munnið, með persónuupplýsingarnar sem það setti sjálfvilligt út á samskiptamiðlana og það fjalla fjölmiðlar og það var mikið mál og stjórnmálamenn birtust og það miklar áhyggjur. En ég sé ekki að sömu stjórnmálamenn hafa áhyggjur af jaðarsetta fólkinu eða fólkinu sem getur ekki varið sig eins og fötluðum börnum eða fólki eða öryrkjum sem eru birtast þarna heimasíðu dómstólunum með allar sína veikindasögu og erfiðleika. Heyrðu, já, segðu mér þá einmitt, hvað eru þessi, hvað hefur að segja, félög að gera? Eru þau eitthvað að reyna að herja á dómstólana að bæta sig, eins og til dæmis Öryrkjabandalagið og fleiri? Já, við verðum bara að spyrja forsvarsmenn Öryrkjabandalagsins að því. Þú veist ekki, nei, þú er ekki verið þið, nei. Og þú talar það ég þekki það ekki, en ég veit að Þroskahjálp ég veit að hún þau hafa eitthvað, hefur sýnt þessum málum og umboðsmaður barna hefur eitthvað reynt að synda þessu en að mínum að ekki fyllilega eftir samræmi við lögbúið hlutverk sitt og það er auðvitað sko að mínu mati þá hlýtur ef við hugsaum þessi mál, þá ætti við að miklu meiri meðlíðan með þolendum brotana heldur en skipuðum embættismönnum, æviskipuðum embættismönnum sem eru með alla menntun og forsendur til að vita betur og launum hjá okkur til að gæta réttaröryggi borgaranna þar fyrir utan. Þannig að ég held að og það grefur líka undan trausti til stjórnvalda og réttarkerfisins ef við sjáum að menn með æðstu völd í samfélagi okkar komast upp með brot og stofnanir eins og dómstólar. Það er stór hættulegt að mínu mati. Og þá verður fólk virkilega hrætt held ég. Og kannski er það svona þögnin. Já, nákvæmlega. Margrét, segð þú mér eitt. Er þetta ekki eitthvað sem umboðsmaður Alþingis til dæmis ætti að taka sem mjög alvarlegu máli og taka þetta mál til sín og vinna í því? Er þetta eitthvað sem ætti að fara þangað? Já. Umboðsmaður Alþingis er reyndar að skoða þessi mál. Okay. Og Áslaug nefndi það akkurat áðan og eins og fram er komið að persónuvernd hefur líka úrskurðað. Mér langar bara að nefna að við skiluðum nýlega í samstarfi við mörg félagasamtök skýrslu til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna og þar bentum við einmitt á þetta að birtingar sem með viðkomum persónuupplýsingum jafnvel varðandi börn væru að birtast á netinu
og svo sendi Mannréttindaskrifstofan bréf á dómstólasýsluna og dómsmálaráðherra þar sem við í rauninni skoruðum á að gerðar yrðu úrbætur og bæði til þess að takmarka eða sem sagt að tryggja í rauninni að ekki verði meira tjón og til að bæta úr því tjónu sem þegar er orðið. Og eins og ég segi að það verða bara allir að standa saman til þess að knýja á breytingar og úrbætur og hlutirnir taka tíma en þá má ekki gleyma því eins og Áslaug var bara að segja núna áðan að á meðan hlutirnir eru að taka tíma að þá verða alltaf ný og ný fórnarlömb og koma upp ný og ný mál þar sem að bæta þar úr. Og líka hitt sko bara ef maður hefur í huga þessar meginreglur sko persónuupplýsingaverndar, ég meina friðhelgi einkalífs, að þær upplýsingar sem sjálfsagt og eðlilegt er að leynt fari, að þær séu ekki opinberaðar. Að við náum bara ansi langt með því að hafa alltaf þann grundvallar skilning í huga. Og já, þannig að við bara höldum áfram þangað til að búið að bæta úr þessu. Nákvæmlega. Áslaug, viltu eitthvað koma inn í þetta? Sjó. Vertu að taka af, Áslaug? Svona, já. Það sem Margrét var að tala að þetta snýst virðingu fyrir fólki, jafna virðingu fyrir öllum. Mannréttindi snúast það eins og vinkonum við sagði réttilega. Það er þessi einfaldur skilningur á mannréttindum, það er jafn virðingu fyrir öllum. Og í öðru lagi, það sem Margrét var að tala í hnotskurn það nú bara þessi þekktu orð, aðgát skal höfð í nærveru sálar. Og þar finnst mér að dómstólar ættu að vera fremstir í flokki. Og hafa skilning á því að fara með mál skjólstæðinga sinna. Allir sem mæta fyrir dómstól, hvort sem það eru aðilar eða ákærðir eða vitni, þetta fólk er oft mjög berskjaldað og það treystir. Og í því trausti felst að það eigi óhikað að geta sagt og talað. Þetta snýst líka í réttaröryggi og gott dómsvald að hlustar og það virðir. Og það ber ekki á torg, meiðandi upplýsingar og þetta er auðvitað bótaskylt vegna þess að það að fara á torg með til þess sjúkraskrár eða sjúkraupplýsingar eða önnur viðkvæm mál eða félagslega erfiðleika til þess hjá börnum og aðstæður sem það búið við og ofbeldi sem það hafa mátt þola að þetta er auðvitað þannig fólk sem er svona mest berskjaldað sem þarf mest á vernd okkar að halda og öryggi og geta svona, bara lagt mál sín í trausti fyrir dómarann. Nákvæmlega. Heyrðu, þetta eru fín loka orð. Ég er allavega búin að læra eitthvað að ykkur og þakka ykkur kærlega fyrir að koma og það sem að sló mig kannski svolítið er þetta með að jaðarsettir hópar séu nú kannski ekki alveg jafnháir öðrum innan dómskerfisins og þetta með friðarsáttmálinn sé brotið. Þetta voru ágætt orð til þess að láta okkur hugsa. Við ætlum að ljúka þessu núna í dag. Við þakkum Margréti og Áslaugu kærlega fyrir að koma og ræða þessi mál og við munum alveg örugglega fylgjast betur með þessu. Ákall Mannréttindaskrifstofu og vinna lögfræðinga og fleiri í því að reyna að opna málið og fá dómstóla til þess að taka sig á heldur áfram og við þökkum kærlega fyrir það og við skulum endilega vera vakandi líka almenningur. Kæru áhorfendur, takk fyrir að vera með okkur. Við sjáumst að viku liðinni.